ég ansið hrættur það. Það pingjan sem að koma hérna yfir ykkur þennan þriðjudaginn með látum. Já, heldur betur. Eitthvað nýtt í þessu? Þetta verður vætu þáttur. Ég að geta hérna eitthvað ógeðslega þurrt popkeks. Já. En ég lofa blautum þætti. Já, ég held að Þetta verður illa juicy. Held að það sé alveg óætt að segja það. Þú ert búin að vera að kreista djúsin hérna á skrifstofunni í dag. Já, alltaf mikið. Og sömuleiðis ég að sjálfsögðu með ársreikning því til hliðsjónar, nýjasta útgefna. Já. Hjá þessu fyrirtæki. Gamla fyrirtæki sem að hét áður Heimavellir og heit hvaða anskotas. Nú Vekjaraklukkan. Já, Vekjaraklukkan. Nei, einmitt, Heimstaden. Heimstaden. Og þetta náttúrulega, það að sjálfsögðu verðt að minnast á það að þessi sería, þetta ný sería. Já, þetta líka fyrsta skipti sem að kemur investor og kaupir bara seríu. Já, tók hann yfir. Já, Rekus, þau keiftu seríu. Já, þetta ekki 4 þátta sería? Jó, þetta lokan ykkurinn held ég. Þessi sería í boði Rekus sem að með skrifstofurými til leigu. Já. Sem er frábært fyrir, eins og við myndust á þetta síðast, bara fyrir einstaklinga eða bara svona minni fyrirtæki. Já, fyrir fólk sem hugsaður myndlíkingum, þá þetta kapellan fyrir kúrekana í heimild kapitalismans. Já. Þannig að skrifstofuhúsnæði Rekus sem víðsvegar á landinu og ég held að frægasta location í dag hérna niður á Hafnartorgi. Já, einmitt. Þarna geturðu stokkið inn, leigt lítil eða stór rými, þú getur leigt skrifborð. Já. Þarna svona sameiginleg kaffiaðstaða og hægt að kynnast ýmsu fólki í svipuðum geirum eða ósvipuðum geirum. Þetta svona þessi klasi og þú veist, og þetta ekki dýrt sko. Nei. Það málið, að þú vilt leigja skrifstofurými þess vegna einn bara ert í einhverju sæthösli sko. Þá þetta náttúrulega frábær vettvangur fyrir slíkt. Þannig að við hvetjum ykkur til að kíkja inn á rekus.is eða .com/is og hvað þetta allt heitir. Já, kíkja á það. Stórkostleg þjónusta. Herðu, svo erum við auðvitað líka með Dominos með okkur. Það þriðjudagur og það þriðjudags tilboð. Við viljum minna fólk á þessar kjöraðstæður sem við höfum rætt áður. Ég ætla bara ekkert að ræða, en ég ætla að minna fólk á góðgerapítsunar. Já, herðu, auðvitað, það náttúrulega dettur. Ég má ekki segja meira. Ég búinn að vera í beinu kontakt. Er það tísa? Ég búinn að vera í beinu kontakt við Ása. Anskotin. Við munum koma inn á þetta síðar. Ég hlakka til að heyra það. En herru, svo auðvitað keldan líka með okkur. Já. Nú allt búið að, það allt í háa loft þarna. Já. Það bara það mikið að gerast. Það búið að reka lens. Nei, það ekki búið að reka lens. Það ekki búið að reka lensarar. Nei. Það bara, það stórir hlutir framöndan hjá keldunni. Búin að vera uppfæra auðvitað allt. Það allt nýtt orðið inn á þessu sko. Já. Kom með gömlu góðu 3 mánaða gröfin sem ekki fyrir litblinda eins og komst vissulega inn á hérna. Ónægð með það. Kitty var nálægt í að fjúka þegar þetta kom upp. Flóra rafmyndirnar og fréttaleitin líka ekkert eðlilega þægileg. Ég eiginlega bara fann að styðjast við það. Og neikvæð ávöxtun séreignarsjóða eins og þú bentir á hérna réttilega. Já. Lífeyrissparnaðurinn okkar. Geti kíkt á það. Já, Keldan hjálpar okkur að horfa á lífeyrissparnaðinn brenna upp. Takk fyrir það. Takk fyrir það, Keldan. Það djók, það bannað að ráðast á lífana. Já. Blöra þetta út. Já, svo þetta Isnik líka, Isnik núna, dagarnir. Já. Það eru ennþá einhverjir inni eftir. Já. Við verðum bara innbra á því hversu mikið valjú getur falist í því að taka lénin með dögunum. Sömuleiðis líka auðvitað það sem við vorum að innbra á með að þú segjum að Olafsson.is laust. Já. Þá væri ótrúlega sterkt að vera með bara arnar@olafsson.is. Olafsson.is reyndar ekki laust sko. En þú veist, ef þú vilt færa ferilskrána, þá þetta það sem vinnuveitin lítur á. Bara, heyrðu, þetta alveg frumkvæði hérna. Þannig að kíkið á sko nöfnin ykkar, eftirnöfnin og annað. Það líka eitt sniðut við það. Og svo hægt að greiða bara með aur núna inn á þessu sko. Þetta orðið bara... Eitt sniðut. Því að það erfiðar að fá frumnafni þitt, eða fyrsta nafni. Það ekki kallað frumnafn eða? Jó, fornafn. Ég svona frumbyggi. Við viljum hafa frumnafn. En segjum að þú Olafsson.is. Þá getur e-mailið þitt verið arnar@olafsson.is. Arnar Olafsson. Ég var að segja það sko. Já, hugsaði hvað sniðut. Já, það var sniðut. Ég veit nefnilega suma sem eru með þetta öfugt. Já, bara Olafsson@arnar.is. Já, það náttúrulega alveg annað að kaupa milli og eftirnafni saman. Þannig að þú getur verið með Þór Olafsson.is
þá áttu arnar@þórólafsson.is. Þetta er alltaf bráðsniðut. Hvetjum ykkur til að kíkja á Isnik og taka bara hringinn á lénum. Þetta er því eldri sem þau verða líka, því meira valjú. Það er litið á það, þetta er bara eins og kennitölunar. Kíkið inn á isnik.is strax í dag. Það er reyndar eitthvað sem við þurftum að taka fyrir við tækifæri. Maður er alltaf að sjá þetta. Ég gleymt að koma inn á daginn. Ég fari nú fjármáltips. Ég sænaði mig brot. Ég var komið upp í koka þessu. Ok. En ég ætla að koma inn á, það eru alltaf verið að reyna að kaupa og selja kennitölur. Svona Facebook inn á þessu grúpum. Ég hef aldrei áttað mig á verðlagningunni. Hvað eða bara hvort þetta sé rétta gamlar kennitölur séu verðmætari. Hefur einhvern tímann tekið stúdíu á þessu? Já, ég hef verið með eldri kennitölur bara í söluferli og það eru, þú veist, fólk er bara með mismunandi sérþarfir í þessu og einhver eru tilbúin að borga meira fyrir kennitölu sem er í rauninni bara svona hrein svo márið komast, bara með jákvætt óráðst á EIFI og annað og eldri og þú veist, það er allur gangur á þessu hvernig fólk tökum föstudagskaffi að spekulera í þessu þurfum ég vil að fá einhvern sérfræðing svona í þessu því að það er alveg riski í þessu líka ef að einhver bavían er búin að skrifa upp á allan fjandan á einhverja kennitölu og það dúkkar upp ég veit ekki, það er mjög góð punkturinn í föstudagskaffi og svo líka hitt er þetta bara braskarar sem eru að kaupa kennitölur er það legit fyrirtæki sem er bara heyrðu djúðlega stert fyrir okkur með 2012 árgang. Já, það er góð pæling Við erum að kíkja á þetta. Er þetta að seljast eins og sjampóið? Já, svo er það. Heyrðu, Heimstaden maður. Er þetta þýst? Það getur verið þýst. Þetta hljómar einhvern veginn þannig. Heimstaden. Getur ekki sett á einhverja þýska? Settum bara engisbrettuna fyrst. Þetta er ekki þýst. Þetta er norskt. Þetta er norskt. Þetta er sænskt. Nei, þetta er norskt. Já, er þetta uppalega norskt? Já, þetta er skráð á markað í Svíþjóð held ég. Heimstaden AB, þetta ekki verið. Jú, ég man þetta núna. Bretensborg sem á Heimstaden er norskt. Ég kem nefnilega aðeins inn á það á eftir. En á ég að taka stuttur recap. Við erum að fara núna í pure real estate play. Er það ekki? Jú. Við erum búin að vera að dabble with it. Þetta eru svona, þú veist, það eru nokkri risar á markaðnum. Þú veist, við þekkjum öll orðið reyti, regin, eik. Það er náttúrulega atvinnuhúsnæðin. Út að gleyma einu góðu. Kaldalón, já. Þú veist, Kaldalón er ekki á aðalmarkaði, sant? Kötturinn Kaldalón, hann mjálmar. Já, hann mýgur utan í þetta. Svo er komað þessi leigufélög, sem sagt íbúðaleigufélög, sem eru þá Alma og Heimstaden. Það eru kannski svona risarnir þar. Já. Og svo núna byggjast upp þetta félagslega kerfi sem er búið að öskra á núna í örugglega verða 10 ár. Og þau heita hvað? Brú, Bríet, Bjarg. Þetta er allt voða eitthvað B. Þetta er allt vafið B-um þarna Það er einhver Bjarni Markasmaður labbaði inn til allra verkalýsfélaga og sagt að B væri traustverður stafur. Kannski að Bjössi Peiti hafi eitthvað verið með puttan í þessu, ég veit ekki. Því að það er annars ég ætla að koma inn á sem ég hef aldrei áttað mig á. Búseti. Já, það er náttúrulega svona úrræði, það er svona kaupleiga, eða ekki? Ég bara skildi ekki, en það er að verða mjög gildandi líka upp á þetta að gera. Segjum, við erum nú búin að ræða þessi helvítis fasteignamál fram og tilbaka og fyrstu kaupendur og hvað þetta allt er. Svo er þessi option sem að ég bara skil ekki. Þetta virka þannig að þú leggur held ég innborgun í búsetan. Já, þú þarft að vera með einhverjum félagsaðild, eða svona fyrst og fremst. Ok, það eitt, skil það ekki. Ég ætla bara að tala núna út, þú getur þá bara leiðrétt mig eða einhver frá búseta. Einhvern tíma þegar ég skoða þetta, þá átti maður að leggja inn 5 eða 8 eða 10 milljónir, bara eins og eigið fyrir íbúðinni. En svo ertu bara að borga markaðslegu og gott það meðan þú býrð þarna. Ertu ekki að taka á þig skuldirnar, þú veist, vaxtahækkanirnar og allt það sem er að tröllriða landanum. Svo ertu einhvern veginn, þegar þú selur búseturéttin, þá færðu eigið fyrir tilbaka X ávöxtunin á sama tíma. Þetta er auðvitað sniðugt, þetta er skemmtileg. En markaðsleigan á þessu er miklu herri heldur en bara venjulega leiga, sko. En á móti ertu einhvern veginn að ná að ávaxta eigið fyrir á sama tíma. Þetta er annað í föstudagskaffi, sko, þú veist, og þetta er líka, það er líka, sko, með föstudagskaffi hjá okkur. Alltaf þegar eitthvað fasteignir kemur í titil, þá er það alltaf vinsælustu þættinir. Fólk er alveg ótt í þessar fasteignir, sko.
Gáum hérna út daginn einungis auðfólk kemst í gegnum greiðslumat og svo gáum þátt sem að heitir fasteignir og það reyndar fjallað ekkert fasteignir nema í svona 1 mínútu. Það var kannski svona smá klikkbeita sko. En ég held að þetta væri skemmtilegt að taka þetta fyrir. Þetta búsetta dót. Já, bara svona mismunandi úrræði, þú veist, ég var náttúrulega baun yfir, það var lítið úrræðum í boði. Já, búin að gera það nóksinu. Já. Og þetta náttúrulega eitt þeirra, auðvitað, sem er verðt að skoða. Já. Þannig að við lofum því að taka það fyrir í einhverjum föstaskaffi þætti. Já, þú veist, þetta er nefnilega sko, þetta er alveg sexy konsept að þú ert bara ekki að binda jafn mikið pening í steypu. Þú getur bara verið að ferðast eða leika þér eða fá þér tattoo eða hvað það sem fólk gerir þegar það að leika sér. Já. Hefur einhvern tíma leikið og fengið að tattoo? Nei, ég bara aldrei fengið þetta. Fellunum sér sjálf. Ekki heldur. Heyrðu, Saga Heimavalla, byrjaði þetta. Stofnað 2013. Já. Sko, það eru nokkra fréttir. Einn segir stofnað 2013, einn 14, einn 15. Ég ákvaði að vera bara early. Ég sagði stofnað 2013 með samruna 3 leigufélaga. Já. Þetta voru 2 árum seinna upprunlega þessar 120 íbúðir sem voru fleygt saman á 3 árum en það kom upp í 1978 íbúðir síðast 2018. Já. Og nú ertu bara að tala um Ísland. Ég er bara að tala um Ísland. Ég er að tala um stofnun Heimavalla sem að við köllum sögu Havarísins. Já. Á tímabili þá er þetta 59 hluthafar sem að sko bara svona hvað getur maður að segja, þeir að sjóða saman minni leigufélög út allt land með hinn stóra drauma að vera eitt stórt leigufélag. Talandi þessar hluthafa, Notable, Þórður Már, Arnar og Bjarki Gunnlaugsson, vissir því? Þeir voru hluthafar í Heimavöllum. Stálskip var held ég allan tíman stærsti einstakir hluthafi, þekkir það? Hvað sagðirðu? Stálskip. Nei, ég þekki það ekki. Útgerð sem var seld til Síldavinnslunar 2013. Guðrún Lárusdóttir, ég held hún sé ennþá á lífi. Einhver stórkostlegasta útgerðarkona sem sögur fara af. Negl, fucking hörð. Hún setti smá kast þarna inn. Reyrhjónin sem að margir kannast við. Var Þórður einn af stofnfjárfestum eða? Sko hann einhvern veginn dettur þarna inn í gegnum eitthvað leigufélag sem hann átti með Arnar og Bjarka Gunnlaugsson. Já, þannig að það var eitt af þessum 3 leigufélagum. Nei, það kemur inn seinna. Þú veist, þetta eru 59 hluthafar. Þetta er gumbo. Veist hvað gumbo er? Nei, bara eitthvað. Það er bara svona súpa af hráefnum sem er fleytt saman. Bara Havarí. Já. Og fleiri góðir, Vís voru þarna stór og fleiri góðir. Meðal annars Sturla Sighvatsson sem var í rauninni stofnandi og fyrsti framkvæmdastjóri. En saga hans í þessu félagi endaði samkvæmt einhverjum fréttum hérna að það var gert veðkall á hans bréf í félaginu árið 2018. Og ef þú googlar Sturla Sighvatsson, þetta er Ég fæ bara Sturla Sighvatsson fæddur 1199. Það hafi verið pappi Snorra Sturlusonar. Nei, maður sjá, Sturla Sighvatsson Fasteignaveldi Sturlu komið af hruni. Já, það er sko, það er kappkostast við að... Mér datt ekki í huga, hann er svo ungur þessi. Mér datt ekki í huga. Það er kappkostast við að skrifa fréttir þennan ágæta mann en hann allavega var þarna stofnandi og fyrsti framkvæmdastjóri. Ok. Svo sýndist mér að hann hafi farið út 2018. Allavega, þetta er fullt af liði sem kemur saman í að slæsa þessu saman. Í grunninn er þetta bara sama og við erum að sjá í vinum okkar í Kaldalón. Nema, þarna er verið að taka leigueiningar til einstaklinga. Kaldalón er í rauninni bara að gera sama play með atvinnuhúsnæði. Já, einmitt. Þau eru að finna tekjuberandi eignir í iðnaði, skrifstofu og hótelum og hafa verið að bæta við sig og eru að ná upp þessum massa. Svo bara svona spyr maður sig why? Af hverju er þetta að gerast? Jú, þetta er alltaf gamla tuggan úr rekstrarhagfræðinni, economies of scale. Já, economies of scale. Þú ert að byggja upp hagkvæma einingu og eitt við hagkvæmnina, sérstaklega í þessum bransa, er þegar við kemur skuldum. Það er náttúrulega dýrt að kaupa fasteignir og þegar þú kemst í ákveðin massa í þessum bransa, þá ertu komin út fyrir þetta hefðbundna módel sem að flestir sem eiga 1 til 2 auka leigueignir eða í félögum, að þú ert ekki bara bundið við það sem bankin segir, já, 20 ár, þú ert á breytilegum vöxtum, heldur þegar þú nærða byggja þarna upp, þá ertu farin að geta gefið út víxla eða skuldabrif. Já, bara skuldabrif, já. Þú ert farin að geta að tala í rauninni beint við fjárfesta sem er að leita sér að kannski þessari tegund af fjárfestingu.
sem dæmi þá var hérna, held ég í janúar eða febrúar, Alma, annað leigufélag sem í bara nákvæmlega sama rekstri. Títt nefndir. Já, að þau gáfu hérna, sýndist mér út víxil eða skuldabréf 3 mánaða á 8% vöxtum. Á sama tíma eru kjörvextir í bönkunum til sambærilega leigufélag 10-11%. Þannig að þarna sérðu með því að vera standi í þessu, þú nærðu upp ákveðinni hagkvæmni og þú kemst fjármagna sig ódýrar þarna sko. Já, þú kemst í grunninn í ódýrari skuldir eða þarna vaxtakjör. Eitt skemmtilegt með heimavelli eftir þennan útidúr að það eru til nokkrir IPO-fíklar hér á landi. Já, það nóg af þeim. Ert þú einn af þeim með það? Nei, ég myndi nú ekki segja fíkill en maður hefur nú svona dottið inn á eitt og eitt. Já. Ég held sko að heimavellir eina skráningin frá hruni nema kannski Nova. Gæti verið að Nova sem að sko lækka fyrsta daginn, eða ekki? Sko ekki bara lækka fyrsta daginn, heldur eru megin þorra síns tíma á markaði undir upprunalega verðinu sko. Og til að mynda lækkaði heimavellir 20% á fyrsta ári. Já. Allir Nóa hafi ekki tekið sama skell í fyrra, gruna það sko. En sagan þeirra, já þú veist, já það má eiginlega segja að sagan þeirra var bara eins og brendi bananar á jólunum. Þú verður að passa þig. Þetta er bara óbráð og óhamingja í óhamingju ofan á. Á tímabili þá gerist það að mínum menn í Alfa framtak? Já. Þeir stökkva til, gera tilraun til að kaupa félagið og ætla að afskráða að markaði. Betti þeirra var að virði eignana væri undir bókfærðu, nei, eða sko markasvirðið. Já, væri í rauninni undir bókfærðu verði eignana. Já, eða bara markasvirði. Við erum báður að hugsa það sama, en við erum ekki að ná að útskýrta rétt. Að markasvirði á þessum tímapunkti sé undir markasvirði eignana. Já, akkurat. Það er það sem við erum að spá. Og mér skil, já þú veist, mér grunar og minnir að Betti hafi verið bara að kaupa félagið, annarkvært eiga eða bara leysa það upp, bara selja eignirnar og kassa út. Það sem var áhugavert þetta var að þeir fá samþykkt af hérna, gott ef þetta var ekki 81% hluthafa fjallust á það að taka kauptilboði Alfa og afskrá félagið. Kauphöllin staug inn í og hafnaði þessu. Þess að Nasdaq. Já. Og sagði á endanum að niðurstaðan hafi ekki verið nógu afgerandi. 81%? Ekki nógu afgerandi, kallar minn. En þetta var sko samþykkt af 81%. Fer það samt ekki bara eftir samþyktum félagsins? Ég er ekki lögfræðingur og er nú bara að reiða mig á gamla þekkingu og fréttir hérna eftir hann Hörð Ægisson þegar hann var á fréttablaðinu. Þetta gerði að verkum að þeir vildu sko, held ég, já fyrir auðvitað að Kauphöllin bara hafna þessu, en ég held að yfirtöku bóðið hafi verið í alla hluti, þannig að þetta bara fjallum sér sjálft. Stuttur seinna þá gerist það að Heimstaden mæta, eða Fredensborg. Og nú ætla ég bara að lesa eftir Hörð. Hann er með smá annál þarna sögu heimavelli á markaði. Frá skráning á markaði mæ 2018 hefur markaðsvirði félagsins verið lægra en bókvært virði eigin fjárfélagsins. Gengi bréfafélagsins í skráningu var 1,38 krónur á hlut en ákveðnum hópi bauðst að kaupa bréf á 1,33 krónur. Bókvært virði eigin fjárfélagsins samsvarar 1,8 krónum á hlut. Gengi bréfana var undir skráningu genginu frá skráningu þar til Fredensborg keypti hlut í heimavöllun í byrjun ársins og þetta er 2020. Svo er hérna auðvitað, svo sem því að við vorum að tala markasvirði eigna, skilur, það er náttúrulega auðvitað ekki allt, skuldsetning og annað, þannig að hann talar hann bókvært virði eigin fjár. Já, akkurat. Sem er kannski í rauninni réttari, þú veist, framsetning á þessu, sem við vorum að reyna útskýra þetta á. Já. Hver er þessi maður á bakvið yfirtökutilboðið? Það er enginn annar en hinn norski Fjallabe. Ívar Tólöfsen. Og hann á eiginlega bara skilið eigin þátt í kísukúlu kallar vikunar. Hann er það ekki í topp 5 ríkasti maður Noregs? Jú, geti verið. Ég sá hérna... Held hann að vera í 4. sæti eða eitthvað? Sko, hann er topp 500 í heiminum. Þeir eru nú nokkri norsararnir þarna ríkir, sko. Já, norsararnir segir í þessu. En það sem að þessi ungi djöfull má eiga að hann fór ekki eins og í menntaskóla, sko. Hann var byrjað að braska fyrir það. Já. Þetta er proper braskari. Já, hann byrjaði 14 ára. Sko, hann vann sem blaðberi alla æsku. Þá vaknaði 3:30 eða alla morgna. Til þess að byrja út blöð. Á einhvern tímapunkti tekur hann peninginn og situr í DJ-græjur og byrjar að leigja út sem endar á því að hann býr bara til svona event-based business.
bara auglýsa í partí og eitthvað Já, þarna kemur fram, hann fór ekki í menntaskóla, heldur var þessi event bara sem að hélt honum á lífi og hann var bara endalaust að leigja í einhver partí í menntaskólum 1985, þá 24 ára, þá selur hann þetta félag á $2,8 milljón á gengi þess ás. Þetta maður sem þekki tímaverið peninga sko, alveg út í gegn. En það ekki fyrir en 8 árum setna sem hann kaupir sér blokk í Oslo og leggur grunninn að þessu einu stærsta leigufélagi í Evrópu. Já, hann kaupir sér blokk. Já, þú veist, hann tók pening hann 95 og kaupir bara heila blokk í Oslo og þannig hefst í rauninni. Já, þannig að hann nú frekar, hann er 34 ára þá. Já. Þannig að sko, það má segja svona hans auðæfi, eða svona hans ferill sem auðmaður hafi ekkert byrjað fyrir hann eftir 35 ára aldur eða? Sko, hann hefur verið svona dálítið svona hægt og rólega. Ekki gleyma því að hann er 24 ára þegar hann tekur tæplega 350 milljónir króna á gengi þess ás. Þegar við tölum sko auðmenn, þá erum við að tala svona eigna algjörlega. Já, nei, það er rétt hjá þér. Hann er líka mikill ævintýramaður. Hann hefur skíðað yfir Grænland, keppt í Dakar kappakstrinum sem margir kannast við og fleira. Já, skemmtilegt. Eitt hérna með yfirtökutilbúið sem að kannski þú getur komið betur inn á eftir sýndist á öll að kaupverðið hafi verið 17 miljardar. Það er náttúrulega sko það sem Fredensborg gerir ólíkt því sem Alfa gerði var að þeir keyptu þetta í bitum. Þeir byrja á að kaupa 10% og verðið byrjaði að hækka með því en á endanum held ég að þeir hafi keypt allt félagi fyrir tæpa 17 miljardar. Já. Ég er í rauninni ekki með neina konkrétt tölu á því sko. Nei, ok. Eitt hérna, bara með hafari eins og þessa félags hann heitir Guðbrandur eða Guðbjartur sem var framkvæmdastjóri félagsins reynir að vera með jákvætt PR í kringu það þeir sé að byggja upp leigufélag að norrænni fyrirmynd og ég man á þessum tímabili það er ekkert búið að breytast á Íslandi síðastliðin 10-15 ár við erum ennþá með sama væli fasteignir og við vorum með eftir hrun sko. Og þau lendu það er svona eins og þau hafi tekið við kyndlinu þegar Gamma voru farnir að fjárfesta erlendis og eitthvað hættir í fasteignum eins og hann hafi bara tekið hennar kyndil og allir hatað hann síðan og svo höfum við öll ölmu í dag í umræðinu. Já, þetta er náttúrulega, þú ert að setja þig dálítið á punktinn sko, með því að vera í forsvari fyrir svona, því að þetta er náttúrulega public enemy. Það virðist vera. Það ekkert annað. En að sama skapi eru þau að reyna að byggja upp leigufélag sem hafði ekki sést hér á landi áður. Það er að segja að einhverju farið það að fjárfesti íbúðarhúsnæði og kom með hennar leigukost. En þau fengur sko heldur betur að kenna á því. Þetta er nefnilega, þú veist, hvað er helstu nauðsynjar mannskepnunar? Það er bara þak yfir höfuðið og þetta matur líka, en bara þetta er eina svona grunnþörfum, skilurðu. Ég skal tala fyrir Austfirðinga. Og þegar verð á því, það er svo viðkvæmt þegar það hækkar, skilurðu. Það er bara, en auðvitað þurfa félög bara að halda í sína arðsemi og allt það, þannig að þetta er auðvitað, þetta er bara svona erfitt, sko. Þetta er ekki góðgerðarsamtök, sko. Spólum aðeins tilbaka, tölum þessar grunnþarfir. Það er tóbak, það er áfengi og það er kynlíf. Nei, tjók. Þetta er alveg rétt, þú veist, þetta er bara hitamál. Þetta er bara hitamál í grunninn, sko. Og það er bara, ég held fyrir flesta fjárfesta, þá er bara þægilega að halda sig í atvinnuhúsnæðinu heldur en að taka á sig skítin og skelli með þetta. Ég er eiginlega tæmdur, ég er samt með aðeins meiri tölur núna á eftir þegar við erum búnir. Ok, skemmtilegt. Mér langar að koma inn í mína umfjöllun einhvers staðar eða? Mér langar að koma inn á 4 hluti sem eru mjög einkennandi fyrir fasteignarekstur. Ok. Það er ekki endilega EBITDAn. Nei. Það sem að menn obsessa yfir í þessum bransa er það sem heitir NOI, Net Operating Income. Já. Það sko grundvallamunur á því og EBITDA er eiginlega engin. Nema að EBITDAn er reiknuð út frá ársreikningnum en NOI er reynt að reikna fyrir hverja og einustu eign og samantekið mynda það EBITDAna. Ég veit ekki hvort ég ná að útskýra rétt. Já, sko Net Operating Income. Já. Þú veist, þetta er náttúrulega sko, tökum bara fasteignafélag sem á 3 mismunandi eignir. Ef þú tekur þetta allt saman og þetta fyrir njásetning, þá reiknar þú EBITDAna fyrir það. En það sem fjárfestir í fasteignum reynir að horfa á er tekjur af hverri eign mínus reksturinn á þeirri eign mínus stjórnunarkostnaðið annað. Þetta er eins og EBITDAna, þetta er allt fyrir afskriftir og þú ert að reyna að áætla hlutfallið þitt áður en kemur að stærsta í rauninni liðnum í flestum fasteignasöfnum. Vaxtagjöld og skuldir. Hér náttúrulega líka samt er nýtingin. Þú veist, það þarf að taka til hennar í þessu.
Já, og það er í rauninni reiknað pör eign Já. og svona, þú veist, þetta allt saman dreigð þá færðu EBIT-una en nógi fyrir fólk sem að greina fasteignaverkefni og annað það obsessar á þessu. Við komum inn á þetta aðeins örlítið á eftir sko, með þau breyttu til dæmis verðmatsaðferð á fasteignunum 2021. Já. Við skulum koma nánar inn á það eftir bara. Já, ég með tvo aðra hluti. Kappreitt. Ég held nefndi þetta áður. Sko, þetta er svona ein aðalkennitalan líka sem menn horfa á og hér er nettótekjunum, sem sagt nóinu, deilt með markasvirði hverrar eignar. Já. Það sem þú ert að reyna að gera hér, þetta er svona ávísun á mögulega arðsemi eigninnar, en samt þetta ekki að taka tillit til gýrunar, time value of money eða framtíðar fjárflæði. Þetta er punktstaðan fyrir eign og til að bera saman á milli eigna. Já. Bara lítið dæmi, íbúð Reykjavík kostar 50, tökum það bara, netto leigutekjur 200.000 sinum 12, 2,4 milljónir, þarna ertu með 4,8% kappreitt. Fjárfestar vilja sjá 5% pluss, þannig að þetta væri léleg fjárfesting fyrir einhvern fjárfesti. Atvinnuhúsnæði kostar 120 milljónir, leigutekjur þar 1,1 milljón á ári, 12 milljónir á ári, þetta er kappreitt upp á 9,1. 1,1 á mánuði. Já, skilur. Þetta er bara dæmi, fjárfestir, fúsi fjárfestir sem elskar kaldálón og allar fasteigninnar. Fúsi maður. Já, hann sest niður, hann kíkir á þessar tvær eignir, sér, heyrðu, ok, kappreitið á þessu atvinnuhúsnæði er gott, sem þýðir að það er vantarlega stýrara fyrir mig að komast í það. Hitt er 4,8, get ég gert eitthvað til þess að fá betri arðsemi going forward, annarkvort þarf það að taka til í rekstrinum eða hækka leiguna. Þetta er punktstöðu greiningin. Algjörlega. Þriðja sem þú mátt útskýra, matsbreytingar. Já, við komum inn á það líka hérna. Ég veit, þú kemur með það. Við höfum náttúrulega gert þetta, við höfum tekið fyrir matsbreytingar áður, sko. Já, og þetta er náttúrulega, sko, þú veist, ok, nú er einhver sem öskar í kottan og mér er bara alveg sama. Mér finnst þetta bara svo, mikill óþverri á rekstrarreikningum, sko. Ég þolið þetta eiginlega ekki, sko. Þetta gefur fyrsta lagi skakka mynd en auðvitað leiðréttist þetta í sjóðstreyminu, sko. Þetta gefur oft svo skakka mynd og þú veist, þetta ítir oft undir líka æsifréttamenn, sko, eins og við sáum með Ölmu. Þú veist, það var bara svona, það var allt vitlaust, hagnastum, ég man ekki hvað hagnaðustum, tókum þetta fyrir fyrsta skaffi hérna. Já. Það var einhverjir hjartar. Segjum bara 8 milljarða. Já, segjum bara það. Og, ég fer bara í leitin á Keldunni, ég skal bara komast að þessu. Nei, herru, ég var líka með þetta hérna. Okay. Þú veist, þessar matsbreytingar rýra þessa niðurstu, eða sko, í rauninni bara gefa ranga mynd á niðurstuna. Þetta er ekki hreinn hagnaður. En allavega, já, þú varst hæmdur. Já. Þannig að ég ætla bara að rétt að dreipa á ársreikning. Hérna er þetta, Alma hagnaðist 5,4 milljarða. Já, ég veit. Sem að, þú veist, er ekki eitthvað sem að skila sér á endanum í reiðu fyrir í vasan hjá sem fólki skilur. Þetta sveiflast bara á milli ára. Það er Heimstaden, það er bara Heimstaden EHF sem er í raun móðurfélagið. Já. Það er gamli góði samstæðurreikningur sem við ætlum aðeins að krifja núna í dag. Nú, allt hlutaféð í loka árs var í eigu Heimstaden AB eins og við vitum orðið. Bara svona top of your mind. Já. Finnst þetta ekki svolítið þýst? Jú, rosalega. Ég bara, í allri minni umfjöllun, ég lesi þetta alltaf bara Heimstaden. En sko, Heimstaden AB, það er vissulega búið að gefa út ársreining fyrir 2022, en því miður þá var engin sundurliðun sérstök fyrir Ísland, allavega sem ég sá. Þetta er náttúrulega markaði við, hann geta fletti upp, en allt er Hvað segirðu? Nei, ekki sundurliðun fyrir Ísland. Nei, það er reyndar rétt. En það er ekki búið að gefa út 2022 ársreining fyrir Heimstaden EHF. Þannig að við verðum að láta okkur næja að skoða ársreiningin fyrir árið 2021, sem er þó alveg stór skemmtilegur. Og við ætlum að byrja á rekstrarreikning og ég ætla að hafa hann í boði Inkasso í dag. Já. Hvað getur nú sagt með gott Inkasso? Allt mjög gott. Já, ég held að sko þessi mannlegi þáttur sem við erum búin að vera að tala hérna, hann er svo mikilvægur. Já. Þetta er bara fólk. Já. Þetta er bara fólk. Þetta er bara samfélag. Við erum að byggja upp samfélag. Já. Og við verðum bara að takast á við það núna í þessu vaxtaumhverfi að það kemur fyrir að fólk skulda okkur peninga. Já. Og Inkasso hjálpar okkur að traka það, hjálpar skuldurunum að vinna að því að borga þetta niður og við þurfum ekki að spá í öðru. Þetta kemur vonandi á endan tilbaka, gefum greiðendur smá slakka og lefum Inkasso og sinni vinnu. Algjörlega. Þetta er náttúrulega bara einhver þægilegasta þjónusta sem þú getur gengið inn í. Ég held líka bara fyrirtæki, þetta er svo margfalt kemur tilbaka sem fjárfesting að þú veist, fólk vill kannski vera viðskiptavinir aftur. Það er bara manneskilegt í gegnum Inkasso. Já.
Og haltu viðskiptasambandinu góðu. Ekki spurning, við þökkum Inkasso kærlega fyrir og hvetjum ykkur til að kíkja bara inn á inkasso.is. Þetta er mjög hvað segir maður? Mjög fljótt og skilvirt innskráningaferli. Ef þú ert með bankareikningi fyrir fram að þig, þá held ég að geti verið undir 2 mínútur. Það væri gaman að fara í keppni. Halda bara einhverja keppni pingjunar. Já, bara einhver tekur bara upp Instagram live eða eitthvað. Hver getur verið fljótastur onboard sig Inkasso? Ég held að sé hægt að gera þetta undir 30 sekúndur. Góð pæling, herðu, þá er það bara rekstrarreikningur og við byrjum á tekjunum. En tekjur samstæðunar námu rúmum 3,4 milljörðum króna. Og þá erum við að tala um þessar leigutekjur. Sko, þessi ársreiningur þessara leigufélaga er svona örlítið öðruvísi uppsettur en við erum vön, en hér er talað um sko leigutekjur annars vegar og svo hreinar leigutekjur hins vegar. Hreinar leigutekjur eru þá stærðin sem eftir stendur þegar búið er að draga frá rekstrakostnað þessara fjárfestingar eigna, sem í þessu tilfelli eru kostnaðurinn 995 milljónir króna og því eru hreinar leigutekjur rétt 2,4 miljardar króna. Gott og vel. Til samanburðar þá er svona sambarilegt félag, þetta gamla góða Alma leigufélag. Þar eru leigutekjur 2,9 miljardar og hreinar leigutekjur rétt rúmir 2 miljardar. Þannig að Alma er svona yfir larri í þessum leigutekjum þetta ár, 2021. Já, þú ert að bera saman 21. Já, en Alma er þó með talsvert undir sko öðrum rekstratekjum, nána tiltekið 1200 milljónir. Það er samt að mestu samsett bara söluhagnaða á íbúðum. En ég myndi segja að þetta væri svona nokkuð sambærileg félög. Þessi 2 íbúðar leigurisar á markaðnum. Við förum kíkjum í svona frekari samanburð eitthvað eftir. En nú hef ég náttúrulega verið að bauna dálítið yfir af hverju svona margir er að starfa í kringum þessi leigufélög í síðustu þáttum. Já. Þú veist, leigufélög, þá er ég að tala um til dæmis Hlemm og Kjarval og mér fannst þetta svona fullmikið. Hér myndi ég segja að hér er mjög heilbrigðan fjölda að ræða. Hjá samstæðinu eru 20 ársverk. Já. Og sem gerir hvorki meira en minna en rúmar 170 milljónir í tekjur per starfsmann. Vá, vel gert. Og ég er bara ekkert viss að ég muni eftir öðru eins, sko. Nei. Svona, höfum við farið yfir 200 miljón króna múrin þarna per starfsmann? Mann það nú ekki. Nei. Þyrftum af hverju er ekki að safna þessu bara í gagnabanka? Kannski bara í skel. Já, við hefum náttúrulega eftir að taka það fyrir. Ásgeir ég held að tekjum per starfsmann þar. Einhverja hjarta per haus. Já, ég held að sko í skel fjárfestingafélagi séu 6 eða 7 starfsmenn. Já. Við þurfum að kíkja yfir þetta, við tækifæri. 8, ég hef heyrt að Reykjavík sé á við 2. Já, hann er 2 ígildi. Já. Herðu, aðeins yfir sundurliðun á þessum tekjum hjá þeim, eða kannski heldur svona strúktúrun á leigusamningnum, samningum. Þetta eru náttúrulega allt leigutekjur, en ef við skoðum skýringar þar aðeins náttúrulega, þá má fyrst og fremst sjá að sko, leigusamningar eru annarkvort tímabundnir eða ótímabundnir og hlutfall tímabundna leigusamninga eru 33% á móti 67% í ótímabundnum leigusamningum. Og þessi tímabundnu eru jafnaði 1 til 3 ár. Þannig að þú veist, þau eru að semja fram í tíman sem er eitthvað fast en væntanlega með einhverju uppsagnar ákvæði og öfugt sko. Svo er náttúrulega réttur leigjanda í þessu er svakalegur. Þú ert held ég búin að vera meira en 6 mánuði á ótímabundnu samning eða 9, við fáum örglega einhvern í hausin núna. Það er engin sprettan. Þá held ég sérst automatically komið með 6 mánuða uppsagnarfrest sko. Já, bara eftir svo skamman tíma. Ég held það. En svo er ég þarf mikið aðhald í dag. En sko, svo eins og ég segi, það er 1 til 3 ár. Svo eru ótímabundnir, burt með þess engin sprettu. Svo eru ég hef ekki bara að rúlla allan á. Svo eru þessir ótímabundnu leigusamningar. Þeir eru með 6 til 12 mánaða uppsagnarfrest. Allavega er með það hér. Í árslok 2021 þá sýnist mér að 95% af samningabundnum leigum renni út árið 2022. Svo ég ger ráð fyrir að þau séu að meðaltali einhvern veginn að endast þessi samningar undir 1 ár. Miðað við að 95% af þessum samningum sem voru gerðir 2021 er að renna út 2022. Ég hendur sprettun á þetta líka. En svona kannski meðaltalið er verið að semja undir 1 ára eitthvað fram í tíman. En
mér finnst það samt ólíklegt. En svo ber að taka það fram að þessar leigufjárhæðir, þær eru auðvitað verðtryggðar líka. Það að segja að þær eru tengdar við vísitölu neysluverðs og það er uppreiknað mánaðarlega. Þannig að þetta módel er auðvitað helviti þægilegt fyrir leigusalana og þú ert þarna með tekjur sem eru bara varðar fyrir verðbólgu í hverjum einasta mánuði sem eru auðvitað mjög sjaldgæft í bara, þú veist, tekjum fyrirtækja, skilur, almennt. Þetta er auðvitað sér svona bundið dálítið við hérna leigumarkað. En allavegna með tekjurnar, þarna á milli 2020 og 2021 þá var 7,6% tekjuvöxtur sem að meira segja sem að toppar hækkun á vísitölu neysluverðs á þessu tímabili sem var 5,1% í desember 2021. Þannig að þau eru þarna að vaxa á raunverði sem er gott. Hvað var útgjöldin, þá erum við að sjá hækkun á svokölluðum öðrum rekstrakostnaði. Þar undir fellur hluti af launum, afskriftir, stjórnunarkostnaður og niðurfærsla viðskiptakrafna. Þessi stærð er að hækka milli ára 26,3%, fer úr 347 milljónum 2020 upp í 438 milljónir 2021. En eins og ég nefndi áðan að þá er auðvitað annar kostnaðarliður líka og það er sá sem er dreginn frá leigutekjunum til að mynda hreina leigutekjur, þessi ekstra kostnaður fjárfestingareigna. Og þar fellur svo sem líka allur fjandinn undir, meðal annars hluti af launakostnaði og fleira. En allavega yfirbura hæstu útgjöldin hjá þeim eru fasteignagjöldin sem telja 311 milljónir króna. Því næst er að viðhald og endurbætur á fasteignunum, það er fyrir 268 milljónir. Og restin eru bara svona stærðir eins og vátryggingar, hitt og rafmagn, hússjóður og fleira. Það er hægt að sjá þetta hérna undir skýringu 7 ef fólk hefur áhuga. En samtals telur þetta, eins og ég nefndi áðan, 995 milljónir, þessi hérna, rekstrarkostnaður í íbúðunum. Hann er að lækka 30 milljónir milli ára. En svo langar mig aðeins að kryfja launaliðin sérstaklega eins og við gerum. Hann er tvískiptur, annars vegar fellur hann undir rekstrarkostnað fjárfestingareigna og hins vegar undir annan rekstrarkostnað. En þá má sjá að 285 milljónir, sko af 285 miljón króna launakostnaði eru hrein laun til starfsfólk 226 milljónir sem gerir 940.000 krónur í mánaðarlaun að meðaltali á hvern starfsmann eða við 20 ársverk. Það er auðvitað stórfín meðallaun. En mér sýnist nú að framkvæmdastjóri félagsins Arda Gauti Reynisson mér sýnist laun hans vega svona ansið þungt í þessum launalið. Laun og hlunnindi til hans voru 46,4 milljónir árið 2021. Það gerir 3,7 milljónir á mánuði að meðaltali og ef við deilum restinni niður á hina 19 starfsmenn félagsins þá eru þessi 940.000 króna meðaltals mánaðarlaun að lækka niður í 786.000 krónur per starfsmann sem er þó ekkert slór en bara nokkuð gott. Kostnaðarverðseldra vara, það er náttúrulega ekkert, það er eðlilega ekki stærð í þessum ársending, þannig að við skulum bara demba okkur yfir í EBITDA-una sem telur tæpa 2 milljarða og hér er talað auðvitað rekstrarhagnað fyrir matsbreytingu og söluhagnað. Það er svona lingói fyrir þessi fasteigna og leigufélög. En það gefur okkur EBITDA framlegð upp á 58% sem er auðvitað stórkostlegt hlutfall en þó í raun bara svona eðlileg framlegð fyrir félag að þessu tagi sem dæmi var Alma hérna með 59% framlegð. Svo þau virðast vera að haldast svona nokkuð þétt í hendur þar. Þetta er í rauninni fasteignafélögin sem sagt Regin, Eik og Reitir eru með hærri EBITDA framlegð 65-69% árið 2021. Já. Þannig að það virðist vera svona aðeins hærri framlegð þar á atvinnuhúsnæði. Hvað segirðu? Já, ég ætla að segja að þetta er mjög áhugavert eins og með þetta með EBITDA hlutvallið. Þetta skiptir að máli í þessu en þetta eru hrottalega háar tölur. Já. Og svo komum við að vöxtum og vaxtagjöldum og þá sér fólk raunverulega hvað situr eftir í svona. Og svo matsbreytingarnar líka einhvern veginn inn í þetta rugglast allt
Já, ég meina, þú veist, það eru örugglega einhverjir hérna blindir kúrekar sem eru bara, 68% Ég ætla að fara í fasteignafélag. Þetta er ekki alveg þannig. Þetta er ekki það, en þú veist, þetta er í rauninni bara, hér er bara búið að taka frá þessi gjöld sem að ég nefndi áðan, bara eins og laun og rekstur fasteigna og allt þetta. Akkurat. En svo auðvitað kemur að því sem einkennir þessi blessuðu fasteignafélög öll og það er matsbreyting fjárfestingareigna. Já. Og hér erum við með alveg rosalega upphæð. Nú vitum við auðvitað að 2021 var hið gullna ár fyrir eigendur fasteigna, markaðurinn rauk upp bara eins og eldflaug, sko. En hér má sjá matsbreytingar fyrir tæpa 9 milljarða króna og það fegrar auðvitað rekstrarreikningin talsvert. Þó að hér sé auðvitað, sko, hér er ekki að ræða þessa áþreifanlegu fjármuni inn í reksturinn eins og við höfum talað en sko ástæðan fyrir svona gigantískri tölu undir matsbreytingum þetta ár hjá þeim er svo að, eins og ég nefndi á hann, fyrirtækið breytti matsaðferð. Það er að segja, þau fóru úr svokallari sjóðstreymisgreiningu sem að er örugglega, þú veist, þessi leið, þessi aðferð sem að þú myndist á áðan og fóru yfir í sko bara markaðsverðmatsaðferð. Þá var fengið bara óháður aðili til að meta fasteignanar út frá markaðsvirðinu. Já. Og mér finnst ansi ólíklegt að matsbreytingin hefði verið svona há ef sjóðstreymislíkanið hefði verið notað sem matsaðferð. En þú veist, auðvitað á bara að meta þetta á markaðsvirði hverju sinni, sko. Eina vitið, á mínum mati. Ég er ekki frá því. En allavega þessi matsbreyting 9 milljarðar og... Má ég skjóta inn? Já. Ég fann hérna í kynningu Heimstaden, Ísland er 2% af heildarvirði Heimstaden. Já. Sem sagt, hérna segja þau á markaðsvirði í sænsku, þá er Ísland 6 billion, er það ekki bara milljarðar sænskra? Já. Og fair value á öllu portfólíónu er 351 milljarður. Þannig að 6 af 351, 2%. Athyglisvert. Heyrðu á, ég slá þessu upp í ísk. Gerðu bara deilt með 0,02. Þá færðu bara virði. Hvað meinarðu? Það er 351. Hvað segirðu? Við vitum að þetta er 351. Nei, heildarvirði Heimstad, eða þú veist, varst ekki að spá í því? Heildarvirði. Ég veit það er 351. Já, þú varst búin að segja það. Já, og Ísland er 6 af því, þannig að við vitum að við erum 2%. Þannig að ef ég deili aftur með 2%, þá fæ ég 351. Já, ég miskildi þig. Það sem þú ert að hugsa gerðu 6 milljarðar sænskra sinnum 14,06 til þess að vita hvað þetta er í íslenskum krónum. Það er það sem varst að spyrja. Nei, það var reyndar ekki það. Ég bara miskildi. En maður er bara mannlegur þegar öllur á botni kvöld. En þú kannski slærið upp. Þú ert reyndar eitthvað fucking freak of nature. Sláðu þessu upp. Búin að vera með möllett hérna. Nei, ég losaði mér þetta við möllettin. Ég veit það. Heyrðu, sinnum 14 sinnum milljarður. Getur ekki verið að séu 84,3 milljarðar íslenska. 6 milljarðar sænskra sinnum 14. Já, það er 84,3. Já. En heyrðu, þegar þeir taka fyrirtæki yfir, þá var held ég skal komast að því. Já. Þetta er eitthvað búið að ég ætla appreciate. Ég er búinn að fara yfir matsbreytingarnar en svo auðvitað er einhver fjármagnsgjöld á þessu og þú veist, við vitum það, þessar fasteignir eru vist ekkert eingöngu fjármagnaðar bara með eigin fé en fjármagnsgjöld félagsins árið 2021 voru rúmir 2 milljarðar króna sem er að langmestum hluta bara vaxtagjöld og verðbætur af vaxtaberandi skuldum. En svo er einhver örlítill hluti vaxtagjalda vegna leiguskuldar 32 milljónir en annars eru þetta bara vextir af lánum sem hangi yfir þeim. Já. Nánar það í efnahagsreikningum en eins og þú nefndir líka þetta eru útgefin skuldabréf auðvitað líka einhver væntanlega líka í fjármálafyrirtækjum en bara til að binda slauf á rekstrarreikningin þá sjáum við að félagið er eftir skatta að hagnast rúman 7,1 milljarð á árinu. Þannig að það er í rauninni bara loka talan og það er það sem fréttirnar gleypa. Já, akkurat. En raunverulegur með hagnaður. En raunverulegur hagnaður er náttúrulega fjari lagi þannig, sko. En svo er það auðvitað efnahagsreikningurinn. Heyrðu, á ég segja svolítið? Akkur skoði þessa kynningur ekki fyrir löngu. Ísland er með hæstu ánægju með Heimstaden af öllum löndum. Það
Þetta er 91% sem maður myndi mæla með heimstaden. Það er þetta rosalegt hlutfall. Já, næsta eftir er Svíþjóð með 87. What? Og sko við erum að sjá það að Hollendingar hata heimstaden. Það er 62,9%. Hollendingarnir vilja eiga. Þeir vilja eiga. Ísland er hæst hérna í öllu. Já, það er tilsvært. En ekki gleyma því að allar fréttir snúast að taka einhvern eitt sem er óanaðan og henda honum á forsíðuna. Já, það er bara fréttaflutningur í hnotskur. Það er mikla hérna í Ásbrú. Það er efnahagsreikningurinn, hann er nefnilega ekkert sérlega flókin, hann er eiginlega bara frekar stuttur í dag. Hann mætti vera flóknari. Já, sko, ég ætla samt að hafa hann í boði Landsbankans, auðvitað, og póstlista bankans. Þau eru enda vilja ekkert hafa þetta það flókið. Nei, það er bara einfalt. Já, þau. Það er bara vikubyrjun, það er bara nákvæmlega þessi. Þetta er hagsjáin, vikubyrjun, núllstillir okkur, hagsjáin kerir okkur inn í framtíðina. Einfalt. Landsbankin.is/póstlistar og eins og þú segir, við höfum aðalega verið að innbrá hagsjáni og vikubyrjunni. En svo eru fleiri póstlistar þarna, við hvetjum ykkur bara til að kíkja þarna inn á og skrá ykkur bara til að vera svona með allt í teskið, eins og ég myndi orða það. In a spoon. Já, allt in a spoon. Skemmtilegt. Við þökkum Landsbankanum kærlega fyrir og ég ætla að hafa þennan efnahagsreikning í þeirra boði. Og eins og ég segi, hann er nú ekkit svona sérlega flókin. Það eru auðvitað Það er nú aðeins í skuldahlutvöld. Já, sko, fólk vil vita skuldahlutvöld. Ég mun kíkja það. Sko, fasta fjármunir eru hérna upp á 65 milljarða. Og þar eru auðvitað með bara fjárfestingareignir lang stærsti hlutin sem að eru bara fasteignir. Þetta er hvenær? 2021? 21, já. Miðað við þeirra fair value í sænskum, þá var þetta búið að hækka tæpa 30 milljarða. Já, athyglisvert. Það. Skemmtilegt, en sko... Ég er að sjá, þau eru að námynda þetta eins og fíbl. Við þurfum að senda post í Noregs. Það stendur hérna síðar, þetta er 5,5 en þau voru með 6 í kynningunni. Já. Hvað hétt hann framkvæmdastjórinn? Það gengur ekki. Gauti. Þetta er eins og að segja sko að þú hafi verið með 9 í meðaleinkum þegar þú varst með 8,5 sko. Það gengur ekki. Sko. Nei, og þetta er á fremstu glæru. Já. Hvað hétt framkvæmdastjórinn? Hétt hann ekki Gauti? Nei, Arnar Gauti. Já, það ekki. Heyrðu, annað, þetta er hérna beint fyrir neðan okkur sko. Arnar Gauti Reynisson, já. Við þurfum eiginlega að kíkja í kaffi. Heyrðu, við skulum bara fá hann hérna í kaffi. Ef þið eru að hlusta, þá erum við hérna í Hlíðasmára 8, Seðlabanki Kópavórs, þið bara getið bankað upp á okkur og búið okkur í kaffi. Já, þetta er 78 milljarðar. Ég er búin að endurreikna þetta. Skemmtilegt. En allavega í fasta fjármunina, eins og ég segi, þetta eru auðvitað að langmestu bara fasteignar, þau eiga auðvitað eignir bara út allar koppagrundir í öllum landslutum. Þó að mestu hluti sé vissulega hérna á höfuðborgarsvæðinu, en þau eru með helling á Suðurnesjum. Sko þau voru náttúrulega stóri að meðal annars byggja held í Ásbrú koma að því en þau eru allan að bara með helling á Suðurnesjum en þetta koma undir líka undir þessar fjárfestingareignir koma dótturfélögin í samstæðinu sem eru í rauninu öll félög sem halda utan fasteignir keyptu til dæmis sko 2 félög núna á þessu rekstrarárið 2021 Í byrjun þess árs keyptuðu Heimkynni EHF sem á og rekur 35 íbúðir í Reykjavík og kaupverðið þar var 720 milljónir króna en þau yfirtóku skuldir fyrir 900 milljónir króna þar að auki. Svo mitt ár hérna keyptuðu félag sem hét Fjarðarafl EHF sem var svo breytt í Heimstaden Miðbær. Það var keypt fyrir 358 milljónir en yfirtekna skuldir voru upp á 710 milljónir króna og 26 íbúðir sem voru í þeim pakka. Þannig að við vorum nokkuð umsvega mikil hérna á árinu 2021 en hér eru líka fjárfestingareignir í byggingu sem eru bókfærar á 670 milljónir króna og svo voru rekstrafjármunir hérna bara fyrir litlar 50 milljónir króna þar sem að bifreiðar og fasteign að því virðist keypt þetta ár 2021 fyrir 20 milljónir. Ef ég ætla að giska, þá voru allir að ná Tesla. Já, það má leiða. Já, bara, þetta eru bara fyrsta grein í samþyktum hjá Norsarunum. Já, verið á Tesla. Já, alle skal kjöra en Tesla. Herru, sko, lengri verða fastafjármunir eiginlega ekki. Þetta eru hérna 65 milljarðar, en það eru nú einnig einhverjir veltufjármunir. Ekkert svona sérlega merkilegir veltufjármunir ekki nema 1160 milljónir. Og sem náttúrulega mjög lágt hlutfall af heildar eignasafninu. Viðskiptakröfur og aðra skammtímaskröfur hérna samtals 215 milljónir, engar byrðir náttúrulega
Hér vissulega handbært fyrir langstæstu hluti 945 milljónir króna. Já, það ágætt að setja á því. Liggja svo sem ágættri pingju svona hlutfallslega með við tekjur og annað en svona heldur lítið hluti af eignum. En samtals standa eignir í lokás þá bara í 66 milljörðum sem nú bara fínt eignasafn, það verður bara viðkennast. En hvernig eru þær fjármagnaðar, Yngvi? Þetta, þú veist, við verðum að komast að því. Bara verið að steypa þessu öllu í skuldir og, þú veist, ég veit það ekki. Sko, þau eru að taka lán á árinu fyrir 2,4 milljarða. En það eiginlega bara pínött, því að sko, í lok árs 2021 voru langtíma skuldir félagsins 32 milljarðar. Já. Það sem að sko 5,2 milljarðar eru tekjuskatt skuldbindingar, 650 milljónir í leiguskuldir. Svo eru 26 milljarðar bara í hreinar vaxtaberandi skuldir. Já. Og þannig að þetta sjá sundurliðuna á þessum lánum þeirra og þá sjáum við að sko 19,9 milljarðar af þessum vaxtaberandi skuldum eru verðtryggða skuldir. Rúmlega 76%. Já. Þannig að maður svona vonar þeirra vegna á þessu ári hafið þið náða endurfjármagna eitthvað af þessu. Ég vona það. Það ekki? Jú, ég bara... Þetta svona heldur hátt, sko. Maður hefði haldið þarna 21 að einhver meiri hluti af þessu væri komin yfir overtryggt, sko. Hvað eru verðbætur á höfustóla að vaksa þarna? 1,9 milljarð? Já, 21 var náttúrulega slapp ágætlega, sko. Við sjáum það náttúrulega bara 2022 endanlega, sko. Og inn í 23. 21 var 5,1% verðbólga í loka árs. Þannig að en þú veist, eins og ég segi, vextir og verðbætur voru þarna frekar stór stærð, 2 milljarðar króna miðað við, skal ég þér segja, 1,5 milljarður árið áður, sko. Nei, sorry, ég í vitleysu. 1,7 milljarður árið áður, þannig að þetta er einhver vöxtur á þessu þarna. En svo eru skammtímaskuldir félagsins 5,5 milljarður, sem raun bara mestu leyti næsta árs afborgun af langtímalánum, sem vaxtaberandi einnig. Samtals eru skuldirnar því 37,5 milljarður og það að gefa okkur skuldahlutfall upp á 57% sem segir okkur að það er 43% eiginfjárhlutfall sem í raun sko langt meira en þessi helstu fasteignafélög. Já, akkurat. Sem dæmi Alma skuldahlutfalli þar er eiginfjárhlutfalli þar er 33%. Já, sem sé okkur að skuldahlutfalli er 67%. Já, og svo sko eigin og reytir í raunni 33% líka meðaltali. Já. 34, 32 og 33, en þau eru með eiginfjárhlutfall heimstaden upp á 43% og sem að stór merkilegt eða þú spyrir mig, góður árangur hjá þeim. Ég held að til samanburðar þá er Kaldalón 54%. Já, eiginfjár. Skuldahlutfall er 46% eiginfjár. Já, einmitt. Já, þetta er áhugavert og sko skal ég þér segja, hvað ætlaði að segja? Nú er ég búin að gleyma því. Já. Ég man það ekki. Nei, þetta gleymdi ég maður. Ja. En allavega við skulum bara fara í veltufjárhlutfallið og þar er ég ekki nógu sáttur. Eins og ég segi, veltufjárhlutfallið er rosalega lítill hluti þarna af þessu af heildareignum. Veltufjárhlutfallið er 0,21 stöðull sem er engan veginn til fyrirmyndar þannig. Nei. En Alma svo sem er litlu skárra með 0,29. En jú, það sem ég ætla að nefna áðan var að þau, sko, merkilega við eiginfjárstöðuna og þetta, þau eru með, bara svona rétt að snerta þess á því, þau eru með 35% eiginfjárstefnu í félaginu, sko. Já. Þannig að þau eru í rauninni langt umfram það, þannig að þau hafa alveg nægt svigrúm til að gíra sig, en svo náttúrulega 2022 núna. Og á mannamáli þá þýðir þetta það að þau geta gíra sig upp á þessi hvað, var þetta ekki 10%? Já, upp á 35% upp á þá 65%. Já, og þá ýmist farið í fjárfestingar. Já. Eða bara hendi smá arðgreiðslur. Já, en svo náttúrulega það sem við vitum núna er hvernig 2022 fór með verðbólgu og hækkandi vaxtastígi, sko. Þannig að það er spurning, þarna áttu við bara einhvers konar sveigrum, sko. Já. Til að mæta þessum skelli, þannig ef við vilja halda í þetta 35% hlutfall. Já. En já, bara stór fínt eigið féð Vinni er að ganga á eigið féð þarna. Já, getum nú renta aðeins yfir og Viðar verðbólga. Viðar í Örbjörgu, við kallum að Viðar verðbólga. En það er það er eigið féð upp á 28,3 milljarða
mestu hluta því óráðstafað eigið fé 16 milljarðar. Svo hlutafé upp á 11,2 milljarða og restin bara bundin hlutdeildarreikningur og lögbundin varasjóður. Þannig að eins og ég segi, þetta stórfín eiginfjárstaða hjá þeim og já, þá ég eiginlega bara svona tæmdur, svona, þú veist, það svona til samantektar í þessu. Þú varst með drullugóða samantekt. You stole my thunder. Ég svo sem ekki með neina punkta, bara kannski það sem top of mind bara þetta bara nokkuð vel rekið að því að virðist. Já, sammála því. Svo sko eitt í þessu náttúrulega með þessi leigufélög að fasteignafélög bara almennt ekki að borga skatta, þess að tekjuskatt sko, því að hann kemur í rauninni sem viðbót í sjóðstreymis sem plús í sjóðstreymis yfirleiti vegna þess að þau að afskrifa þessa fasteign og til framtíðar eru þau þá ekki að greiða skatta ef þau að halda áfram að kaupa fleiri eignir. Akkurat. Sem mjög áhugavert sko og þú veist auðvitað það hitamál líka. Já og ég meina þú veist þetta bara reglan hjá mjög mörgum. Já, þetta eru bara reglur. Þau ekki að selja eignina nema að vita að þau geti keypt aðra. Já. Og það einmitt annað með tekjuskatt skuldbindinguna sem þú talar eða sem nefnd þarna að það hægt að fresta henni held ég 2 áramót þegar hún selur sko, þú veist hún mismunurinn á hækkunni en hún kemur ekki til greiðslu nema þú veist, þú kaupir ekkert innan þessa tímarama. Nei. Þess vegna hún eiginlega bara dauðstærð þarna í rekstrinu. Já. Á efnahagsreikningum. Ef þú ert alltaf að kaupa áfram. Nema ég sé að fara með randmála þetta bara engi sprettan á þetta. Já. Svo ég segi það svo sem Það að tekjuskatt skuldbindingin mismunurinn á bókfærðaverðinu og svo gengisverðinu þegar þú selur. Já. En ef þú kaupir aftur á móti þá þarftu ekki að greiða þetta og þá bara fer þetta inn í sem skuldbinding. Við erum eiginlega búin að missa netbankakúrekana núna sko. Það einhverjir sem svona fagmenn sem að hlusta sem svona já, þetta rétt. Sko, það samt nokkrir ADHD-kúrekar sem heyrðu bara 68% EBITDA í byrjun þáttar eru núna sko búin að ringja 4 sinnum í binna í bankanum og hann svaraði ekki. Alveg vitlausir. Hann með 4 missed call og það bara ég þarf fimmfalda gírun. Ég að fara að kaupa blokk einhvers staðar í Reykjavík. 68% EBITDA. En þetta svona í grunninn þetta sko háði að afskriftinnar séu sko hærri en skatt sko hagnaður sko segir maður ekki skattstofnin neða sko hagnaður fyrir skatta háði að þetta sé hærri en skattur og hagnaður held í hverju sinni eitthvað svona að þá sleppur við í rauninni við þetta sko þetta í grunninn einfalt en samt svo flókið. Það það sem að bjarga okkur hér í dag. Já, ég rauninni svo sem var ekki alveg með þetta á hreinu fyrir þátt en þetta allavega bara megin pælingin þarna á bakvið að þau sleppa við að borga skatta ef þau halda áfram að kaupa íbúð, að fá allan einhvers konar lækkun á því. Það er mantran, herðu. Þess vegna heldur bara alltaf áfram að gíra þig til þess að kaupa næstu og næstu og næstu. Ég segi það. Og þetta var svona létt svona samantekt bara og hún var í boði Payday. Já. Bjössi alveg blíspertur. Já, hann blíspertur og þarna Búin að heyri binna. Auðvitað líka verðt að minnast á sko samspil Inkasso og Payday þarna. Já. Eða með Payday. Þegar kröðunar komna fram yfir einn dag. Já. Á bankar Inkasso upp á. En Payday náttúrulega auðvitað eins og ég hef marg áður sagt besti vinur netbankakúringans. Það ógeðslega skemmtilegt að senda reikninga og það hefur aldrei verið eins skemmtilegt og inn á Payday. Þannig að ég myndi bara sæna mig upp í dag. Það alltaf flegiferð. Þetta verður miklu skemmtilega líka þegar allir eru komnir í Payday. Já, þetta verður bara samfélag. Það verður bara samfélag, þannig að við hvetjum ykkur til að kíkja inn á payday.is núna strax í dag og skrá okkur þar. Herðu, nú eitt samt sko, það var dálítið merkilegt í skýringunum og svona í ásendingum. Það var hægt að sjá svona stefnur fyrirtækisins og þar sá ég meðal annars eiginfjár hlutfallsstefnu upp á 35%. Þá hérna líka sko stefna þau eru með tegund og stærð íbúða. Já. Þau eru með sko stefnu að vera með stúdíóíbúðir 35-45 fermetra sem 15-25% af eignasafninu þeirra. Svo eru þau með 2 herbergja íbúð 50-70 fermetrar. Það er einnig 15-25% hlutdeilda stefna þar. Já. Stærst þarna er 3 herbergja íbúðir 65-90 fermetrar
sem sagt, þau vilja hafa safnið 30-40% af safninu 3 herbergja íbúðir 65-90 fermetra. Já, þannig að ekki bara jú, þú veist, ég held að svona komið samt smá og óvart, ég held að maður hefði haldið einhvern veginn að 2 herbergja væri stærst í þessu sko. Svona minni 2 herbergja. Já. En það kannski bara ruglið mér, svo 4 herbergja 15-20% hlutdeild. Það stefnan. Hvort að það sé nákvæmlega þannig veit ég ekki, en það þetta eiginlega frábær ásendingur upp á skýringar að gera. Það hægt að sjá margt skemmtilegt þetta inni. Mikið að hagnýtum upplýsingum. Þau eru líka með svona alls konar greiningar bara á áhættu og öðru. Þannig að ég myndi segja þetta verið ágætis æfing að kíkja þannig ásending bara svona til að, hann talsvert flókinn og þetta eru flóknar stærðir eins og þú veist, tekjuskattskuldbindingar og þessi skattahagræði og þetta dót sko. Já. Þannig að það hægt að á réttum stöðum í ásendingum hægt að finna svona ágætis útskýringar á þessu. Þetta ágætis grunnplagg fyrir þá sem vilja læra meira. Ég segi það. En að því sögðu þá held ég að við séum nú bara tæmdir í dag og fyrir að segja þetta gott, eða hvað? Eitt áhugavert, annað, við komum ekkert inn á það er náttúrulega bara obvious, útlegu hlutfall skiptir líka miklu máli í þessu. Já. Að þú sérst ekki með þetta tóm. Já, bara nýting. Já, nýtingin á fermetrónum sem þú hefur. Já. Og ég sé þau eru með eina íbúð lausa. Inn á heimasíðunni hjá sér. Það var ein? Já. Já, þú veist, ég meina Alma gaf út í uppgjörinu sínu, voru ekki með 97% nýtingu 2022? Jú. Já. Það bara ruglað nýtingarhlutfall. Já, ég held að sé nokkuð gott sko, því að þetta líka ekkert eins og þetta sé einhverja 100 íbúðir sko, þetta telur í 1000. Já, þú veist, ég held að svona upp til hópa séu almennt allar íbúðir occupætt hjá þeim, en þetta kannski spurningum á milli að það sé ekki búið að redda nýjum leigjanda þegar einhver segir upp, þú veist að það telli inn í nýtingu. Akkurat, sé einhver mánuður á milli sem að bara íbúðin stendur auð sko. En ekki, já, þetta skemmtilegt að spá þessu. Það alls konar í þessu. Svo höldum við áfram í næstu viku með Cowboys from Hell, hvað var það ekki? Mikkelsen sem við ætlum að kíkja á. Já, sko, Cowboys from Hell serían byrjar í næsta þætti. Nei. Við kynntum hann ekkert í þessari. Gerðu það ekki? Nei, Heimavöllur gott félag. Já. Ég ætla að leyfa þeim að vera kúrikum í kapillu kapitalismans. Já, ok. Þú stjórnar þessu. Já. Ég klipp þetta bara til, þú stjórnar. Já. Við þökkum þá bara kærlega fyrir í dag. Ný serí á leiðinni. Já. Cowboys from Hell. Cowboys from Hell. Kærlega þakki fyrir í dag. Hefur einhvern veginn að éti krækiber frá helviti? Nei. Ekki heldur. Nei, segjum það. Takk í dag.